Páskarnir nálgast. Jarðarber 250 grömm aðeins 199 krónur askjan. Netto, sparaðu með okkur. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín sjónvarps Víkurfrétta, fréttatengdan magasín þátt frá Suðurnesjum. Það verður spenna og hraði því við förum á elstu mótorkrossbraut landsins og fylgjumst með æfingum mótorhjólakappa frá Suðurnesjum. Við förum í Svartsengi í Grindavík en HS Orka var að flytja höfuðstöðvar sína þangað. Það eru merk tímamót hjá fyrirtækinu en orkuvinnsla hófst á Suðurnesjum í Svartsengi fyrir rúmum 40 árum síðan. Við förum líka á opinn borgarafund tvöföldun Reykjanesbrautar. Jón Gunnarsson samgönguráðherra og Suðurnesjumenn mættu í stapan og ræddu málið. Við förum líka á bókasafn Reykjanesbæjar og skoðum gamlar fermingarmyndir. Já, það er margt skemmtilegt að gerast í bókasafninu í Reykjanesbæ. En við hefjum leikinn í spennu og fjöru á elstu mótorkrossbraut landsins. Komið með okkur. Eftir 7 ára fjarveru frá motocross hefur Suðurnesjamaðurinn Aron Ómarsson ákveðið að draga hjólið úr bílskúrnum og keppa á einu erfiðasta móti heims, Red Bull Romaniacs, sem framfer í Rúmeníu í sumar. Aron hafði mikla yfirburði í íþróttinni hér heima þegar hann ákvað að hætta ungur að aldri. Nú er hann kominn í gírinn á ný og æfir af kappi á elstu motocrossbraut landsins ofan við Sólbrekkur. Segðu mér Aron, hvernig kom það til að þú byrjaðir að hjóla? Það var nú bara þannig að ég var 12 ára gamall og mamma og pabbi áttu sumarbústað og þau fóru hverja helgi og ég var komin á þann aldur og ég var hættur að fara með þeim. Vildi bara vera heima með strákunum og þau ákveðu að kaupa vespu handa mér til þess að lokka mig upp í sumarbústað og ætlaði að geyma hana bara þar alltaf. Og svo bara kom það í ljós þegar ég var búinn að fara 2 og 3 á þessa vespu og þetta var ekki vespu, þetta var krossari. Og það leið ekki á löngu þá ég ætlaði að heimta að fá að taka mig heim og fara að hjóla heima og svo bara var ekki aftur snúið. Þetta hjól fór aldrei aftur upp í sumarbústað og svo bara 15 ára seinna þá var ég tvöfaldur Íslandsmeistari og búinn að keppa hingað og þangað heiminn. Og þetta var bara eins og þetta var í gamla daga þegar ég var að byrja, þá vissi enginn hvað þetta var, þetta sport. Þetta var svo nýtt og einhvern veginn, þetta var með svona stimpil á sig sko, það var svona vandræðagemsar bara sem áttu krossara og ég man eftir að ég var á tímabili, ég held ég verið 12 og 13 ára, þá voru sko, það verið 4 lögreglubílar í Keflavík og þeir voru 3 eftir mér í Grindavík að elda mig sko. Af því að þetta var svo, þetta var bannað og einhvern veginn engin viðurkenning fyrir sportinu og ekkert í gangi, maður mátti hvergi vera og þessi braut hérna sem við stöndum við núna, þetta er elsta motocrossbraut landsins og hérna voru engin leyfi og engin starfsemi og við fórum bara í það við pabbi að stofna akstursíþróttafélag og stofnuðum þá vélhjóla íþróttafélag Reykjanes. Þá var ég 15 ára og það er ennþá til í dag. Já, ég lagði skóna hilluna árið 2010. Þá vann ég síðasta titilinn minn hérna á Fullhúsa stiga. Ég var búinn að vinna allt hérna heima og ég var búinn að vera úti í Belgíu að reyna fyrir mér í atvinnumennsku. Og meiddist þar og bara gekk ekki alveg nógu vel og bara fékk eiginlega bara ógeð. Það var eiginlega ekkert hérna heima fyrir mig. Ég var búinn að vinna allt þar, gekk ekki alveg nógu vel úti. Þannig að ég ákvað að koma bara heim og mennta mig, fara í skóla og bara, laði þetta bara alveg á hilluna. Er þetta eitthvað ryðgaður eða er þetta bara eins og með venjulegu hjólin? Maður gleymir aldrei hvernig það var að hjóla. Ég viðurkenni að maður er aðeins ryðgaður sko. Þetta er svona, það er aldrei 7 ár síðan að maður var að hjóla og þessi keppni sem ég er að fara að keppa í núna, Red Bull Romaniacs heitir hún. Þetta er erfiðasta keppni sinni tegundur í heimi. Þannig að það er ekki eins og ég sé að fara bara í eitthvað ljósanætturhlaup hjá Lífstíl, 5 km. Það ætla að taka skóna hilluna eftir 7 ár og ég hef núna 5 mánuði til að undirbúa mig fyrir erfiðustu keppni í heimi. Það er aðeins meira en að segja. Já, þá verð ég bara að spyrja, verður maður ekki að vera nett galinn einhvern veginn til að vera í þessu sporti? Jú, ég hef náttúrulega alltaf verið svolítið sérstakur með það sem ég fæ áhuga á og þegar við ákveðum þetta hérna áramótin að ég myndi koma út að keppa að þá fór ég og keypti mér hjól og sagði engum frá því að fara að keppa, sagði ekki sem pappa frá því neitt og fór og keypti hjól og svo voru búin að ganga frá kaupanum og hann segi já,
herðu, þú getur bara tekið hjólið núna. Það var hugsað, já, beitu, herðu, ég ekki eins og með krók á bílnum maður. Ég get alveg ekki tekið hjólið, já, herðu, ég á ekki eins og með kerru. Getið þið skutlaðið til mín? Bara, já, ekkert mál, við skulum koma þetta þinn. Svo bara, nei, herðu, já, ég ekki eins og með bílskur maður. Ég má gleyma því. Þannig að ég var bara komin alveg all in, búinn að kaupa hjól, ég var búinn að ráða þjálfara og allt og ég var ekki eins og með bílskur, ég átti ekki bíl, ég átti ekki neitt. Þannig að það búið að vera svona smá prósess að koma undir sér löppanum aftur. Okay. Já, við sjáum það hérna, þú veist græjuna sem fylgja þessu, þetta ekkert smáræði. Já, þetta ekki eins og að henda íþróttaskóm og ból í tösku og skreppa upp í sporthús í klukkutíma. Ég var fyrir þetta viðtala var þetta 2 nótt að græja hjólinn, setja nýja olíu, smyrja keðjuna, skipta dekk, þú veist, fara yfir gallan, allt sem með, þú veist, svo tek ég hérna 2-3 tíma æfingu, svo kem ég heim, þá tekur annar eins við, taka allt úr bílnum, þrífa, smyrja upp á nýtt, laga það sem bilað. Þetta er alveg gríðarleg vinna, sko. Þú þarft að hafa ansi mikinn áhuga á þessu til þess að nenna öllu þessu fyrirtæki sem bara fylgir þér þessu. Já, ég hef bara einhvern veginn verið þannig alltaf að það er bara einn takki hjá mér, það er bara on eða off. Og þú veist, eins og, ég meina fyrir 7 árum síðan, ég var búinn að vinna allt, þá var þetta búið og ég bara hafði engan áhuga á þessu, þú veist, ég bara einbeitti mér eitthvað öðru og kláraði það. Svo fékk ég þetta tækifæri. Þetta er náttúrulega áskorun, bara gríðarlega áskorun. Já, ég meina, ég er að vera 30 núna og að fá þetta tækifæri að keppa í þessari keppni, erfiðustu keppni heimi, þú veist, maður getur ekki látið þetta framhjá sig fara, sko. Þetta er bara svona once in a lifetime opportunity, sko. Fyrir alls ekki löngu fór Aron í hjólaferð til Rúmeníu ásamt félögum sínum, en þar hrifust menn af Aroni og vildu ólmir fá hann til þess að keppa í þessari erfiðu keppni. Aron hefur ekki langan tíma til þess að undirbúa sig, á meðan keppinautar hans, sem flestir eru atvinnumenn, æfa við góðar aðstæður í heitari löndum. Segðu mér, hvað er svona skemmtilegt við þetta? Já, það er ekki hægt að lýsa. Ég hef aldrei getað stundað hópíþróttir, bara ekki séns, þú veist. Ég reyndi að þegar ég var yngri, ég var alltaf bara mest einspillarinn í fótboltanum og körfuboltanum og aldrei geta stundað neinar hópíþróttir. En ég bara fann mig strax í þessu. Varstu eitthvað smeykur fyrst eða varstu strax einhvern veginn svolítið kaldur að láta þig vaða? Já, ég hef alltaf verið mjög kaldur, sko, alveg bara frá því að ég byrjaði strax og stór stökk hafa alltaf verið minn styrkleiki, einhvern veginn. Ég hef alltaf bara getað stokkið alla palla í hvaða aðstæðum sem er og já, það er einhvern veginn, endaði pabbi búinn að fara með mig svona 100 sinnum upp á sjúkrahús. Já, þú voru ekki alltaf náð að lenda rétt? Nei, ekki til að byrja með, sko. Já. Maður er ágætur í dag, sko. En hvernig er það? Er skrokkurinn verið í lagi? Hefur brotið eitthvað? Já, ég held að ég sé búinn að brjóta allt sem hægt er að brjóta, sko. Ég hef með 2 pinni í löppinni og braut mér rúlinn í klessu, handarbaki, lá hérna ofan á hendina á mér. Búinn að brjóta viðbeinin svona örugglega 5-6 sinnum sitthvort, rifbein. Ég finn ekkert fyrir hnén á mér, einhvern tímann blæddin á liðin og það er bara allt dofið og ég hef búinn að opið puttabrot og ég er með 5 spor hérna, ég er með 4 spor hérna og það er svona hitt og þetta, sko, en það er alveg þess virði, sko, þetta er mjög gaman. Alltaf þess virði. Þetta er líka bara cool, sko. Já. Cool. Keppnin í Rúmeníu stendur yfir í 5 daga og eru leiðinnar mjög torfærar. Hitinn er oft 30 gráður og er algengt að líði yfir keppendur og að þeir heltist úr lestinni sökum ofþreytu. Keppendur fara 180 km á dag og sitja því á hjólinni í 8 klukkustundir. Það er í rauninni erfitt að útskýra hversu strembin íþróttin er, en hún er jafnan talin eins og mest krefjandi í heiminum. En ertu þokkalega bjartsýn á keppnina úti? Já, ég er með það góðan bakgrunn. Ég er búinn að vera í hjóla sinni á 12 ára, þannig að ég er svo sem alveg með tæknina og það, þú veist, sem að ég er ekkert að fara að bæta það kannski mikið fram að keppni, en aðalega bara fá hjólatíman úr mér þessu styrleika og þessu 7 ára pásu, koma líkamannum í gang, sko. Ég vakna bara með hlakka til þegar vinnan er búin sem ég komist að hjóla og hlakka til þegar koma helgi til að geta að fara að hjóla, þannig að það er alveg gríðarlegur áhugi núna og ég vona að það hjálpi mér líka bara í undirbúningnum að halda með fókusverðum og detta í gírinn.
Páskarnir nálgast. Lambabógur, kryddleginn í sítrónusmjöri aðeins 974 krónur kílóið. Nettó, sparaðu með okkur. Sýning fermingar hefst í 8 stofu í bókasafni Reykjanesbæjar nú helgina og stendur fram yfir hvítasunnu. Á sýningunni má sjá ýmsa skemmtilega muni úr fórum bæjarbúa sem tengjast fermingum, bæði í nútíð og fortíð. Hvernig kviknaði þessi hugmynd að halda sýningum fermingar? Það eiginlega aðalega vegna þess að það svo rík hefð hérna í Reykjanesbæ að fermingarhópar haldi saman og haldi svona fermingahópa hittinga. Það svona aðalkveikjan að þessu og svo líka bara því að unglingar eru svo skemmtilegt fólk og þetta náttúrulega þeirra tími til að skína. Og þið óskuðu eftir munum tengdum fermingum frá fólki. Hvernig gekk að safna þeim? Það gekk ótrúlega vel. Það var svona svolítið lengi að fara á stað, sko. Fólk var lengi að kveikja og sumir kannski pínu feimnir við að koma með myndir. En svo bara gekk þetta hratt og örugglega núna undir lokin. Nú ertu væntanlega búin að fræðast heilmikið fermingar í þessu ferli. Er eitthvað svona skemmtilegt síðan í gamla daga sem þú getur sagt okkur frá? Eitthvað sem tíðkast þá? Já, þá fermdust allar stelpur bara í sérstökum fermingarkjólum. Mér finnst það heldur svolítið skemmtileg pæling og svo hvítir síðkjólar. En svo síðan eftir á þá fara drengirnir að vera í kyrtlum líka og það ekki lengur í þessum kjólum. En þetta er skemmtilegt en kannski ekkert endilega eitthvað sem við viljum taka upp aftur. En já, það er ótrúlega margt og siðirnir breytast og svona umgjörðin í kringum þetta, hún er alltaf að breytast. Og það er líka bara svo gaman að sjá hvað fólk hvernig það lítur á þetta í seinni tíð. Fólk svona minnist yfirleitt dagsins svona með hlýjum hug og tekur úr þessu eitthvað annað en endilega bara gjafirnar. Eins og svo oft verið að tala um, að fermingarbörnin eru bara að gera þetta fyrir gjafirnar og eitthvað, en mér finnst það ekki vera reyndin. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. HS Orka flutti nýlega höfuðstöðvar sínar úr Reykjanesbæ í Svartsengi í Grindavík en þar hófst starfsemi hitaveitu Suðurnesja fyrir rúmum 40 árum síðan og orkuframleiðsla hófst árið 1976. Við báðum Ásgeir Margeirsson forstjóra að rifja upp mikla breytingar sem urðu fyrir tæpum áratug á starfsemi hitaveitunar. Því fyrirtæki var svo skiptu út af breyttum orkulögum. Þannig að veitustarfsemi skildi aðskilin frá raforkuframleiðslu og sölu sem raforkuframleiðslu og sala er samkeppnisstarfsemi, starf á samkeppnismarkaði á meðan veitustarfsemin háð sérleyfi. Þetta mátti ekki lengur verið sömu fyrirtækjunum. Þannig að hitaveiturinn var skipt upp í HS Orku og HS Veitur. Í framhaldi af uppskiptingunni sem átti sér stað raunverulega í lok árs 2008 þá var svona smám saman þróun á breytingu starfa innan beggja fyrirtækjanna. Og núna stigið lokaskrefið í því með flutningi okkar hingað. Áður höfðum við samnýtt ákveðna þjónustuþætti í fjármálum, í starfsmannahaldi, í skjalavörslu, í öryggismálum og fleira, tölvumálum. Núna eru þessi fyrirtæki algjörlega aðskilin. Við fluttum út, HS Veitur keyptu húsnæðið á Brekkustíg og búa þar og við flytjum hingað í Eldborg í Svartsengi. Og fyrirtækin eru algjörlega aðskilin hvað allt starfsmannahald varðar. Vissulega eru mikil viðskipti á milli fyrirtækjanna. Við seljum þeim rafmagn, við seljum þeim heitt og kalt vatn í heildsölu sem þau svo flytja til byggðarna og selja viðskiptavinum. Þau selja okkur ákveðna þjónustu á sviði innheimtu og reikningagerðar. Þannig að við samnýtum ákveðna kosti þar og ekki síst til þess að spara pappírsflæði og þess háttar. En öðru leyti þetta alveg sjálfstæð fyrirtæki og búin að vera frá 2008 með sikkur kennitöluna, sikkur stjórnina og eignarhaldið alveg aðskilið. Í tengslu við þetta urðu líka breytingar á eignarhaldi þegar að ríkið á sínum tíma ákvað að selja hlut sinn í Hitaveitu Suðurnesja og það var mikil umræða að það var selt til einkaaðila, ekki bara það sem ríkið seldi sem voru jú bara 15% í Hitaveitunum sínum tíma, heldur vildu margir aðrir eigendur sem stöðnu sveitafélög losa fé og selja sinn hlut.
Á endanum hvað varðar HS Orku, þá fór það svo að fyrirtæki varð allt selt. Ekki bara til einkaaðila heldur til erlendsaðila líka. Og það var mikið í umræðinu það að þegar Magma Energy á sínum tíma keypti stóran hluti í HS Orku. Magma sameinaði síðan öðru félagi og úr varð fyrirtæki sem heitir Altera Power. Altera á í dag tæplega 2/3 í HS Orku. Samstarfið við þá og eignarhald þeirra hefur verið afar farsælt og gott og farnast fyrirtækjunum vel. Rúmur þriðjungur hins vegar í eigu íslenskra lífeyrissjóða. Í félagi sem heitir Jarðvarmi, samlagshlutafélagi, eigu 13 lífeyrissjóða. Þar eru allir stærstu lífeyrissjóðir landsins eigendur sem í raun og veru þýðir að flest allir landsmenn hafa haga velgengni í HS Orku. Við erum að hluta til í eigu fólksins þó það sé ekki í eigu ríkisins eða sveitarfélaga að drjúgum hluta. Samstarf hluthafanna hefur verið alveg frábært. Okkur hefur gengið vel. Við horfum björt fram á veginn. Það að flytja hingað í Eldborg gefur okkur ný tækifæri til að vinna við hliðina á þeim okkar starfsmennina sem reka orkuverin. Við nýtum saman matsalinn, hittumst oftar, tölum meira saman með óformlegum hætti. Okkur líður betur. Þetta er náttúrulega stórkostlegur staður með hraunið og Þorbjörn, náttúruna allt í kring. Við erum að leita nýra tækifæra. Nýjasta svona stóra dæmið því djúpborunarverkefni á Reykjanesi. Þar sem að við viljum, má svolítið segja forvitni, gá hvað fyrir neðan jarðhitakerfið. Vísbendingar djúpborun eru afar áhugaverðar. Gefa fyrirheit að hugsanlega náu við stóru markmiðunum í verkefninu sem að framleiða orku með minni umhverfisáhrifum og fyrir lægri kostnað. Það eru stóru málin. Þetta er fyrsta svona holan sem tekst með þessum hætti. Það mun byrja að koma í ljós á næsta ári þegar hún er búin að, fyrst erum við að kæla hana niður núna, svo láta hana hitna upp og förum svona kíkja svolítið í pakkan á næsta ári hvað hún mun hugsanlega að gefa okkur. Við erum að vinna fjölmörgum öðrum verkefnum, við erum vissulega í undirbúningsferli fyrir hugsanlega jarðhitanýtingu í eldvörpum og við reynum að vanda í því og öll öðru sem við gerum mjög til verka. Það er ekki allir sáttu við allt sem við gerum okkur grein fyrir því, skoðanir mega og eiga að vera skiptar. En það þarf að skiptast málefnalega á sjónarmiðum. Við erum ekki að virkja fyrir okkur, við erum að virkja fyrir samfélagið. Við notum ekki orkuna sjálf, við seljum hana öðrum, til dæmis rafmagni. Og við erum að bregðast við þörfum samfélagsins. Það er ekki okkar að ákveða hvað er gert í landinu, hvers konar verksmiðjur eða starfsemi er byggð, en það er mikill uppgangur í samfélaginu. Öll hótelin sem er verið að byggja, öll ferðaþjónustan og allt annað, öll starfsemi, allt har rafmagn. Og það vantar bara einfallega meiri raforku í landinu í dag. Við erum að leita aðeins fyrir okkur í vatnsafli líka og erum núna væntanlega í sumar að hefja framkvæmdir við fyrstu vatnsaflsvirkjunum okkar og erum að vinna að slíkum verkefnum á nokkrum stöðum á landinu. Við horfum til jarðhitanýtingar í Krýsuvík í framtíðinni líka. Við sjáum fyrir okkur nýtt afsprengi auðlindagarðsins þar með fjölþættri nýtingu og það er vert að tala auðlindagarðinn sem er alveg stórmerkilegt fyrirbæri. Auðlindagarðurinn er ekki eitthvað svona vel skilgreint sem einhver á. Það er samfélag 7-8 fyrirtækja í dag sem að samtals hafa í vinnu hjá sér hátt í 1000 manns. Samkvæmt skráningu í fyrra voru það 900 manns og þeim fjölgandi yfir 1000 á þessu ári. En í HS Orku, sem er upphafið þessu öllu saman, starfa 60 manns. Efnahagsleg og samfélagsáhrif af þessu eru gríðarleg. Þetta eru mælanleg áhrif á útflutningstekjur þjóðarinnar. Þetta eru mælanleg jákvæð áhrif á atvinnustig, ekki síst hér á Suðurnesjum, til dæmis eftir að herinn fór og eftir hrun. Atvinnuleysi hefði einfaldlega verið meira ef auðlindagarðurinn hefði ekki verið komið til. Stærsta einingin í auðlindagarðinum er sjálfsögðu Blálónið, en hér við hliðina á okkur er eldsneytisframleiðsla hjá Carbon Recycling, það er hótel hjá Northern, það er hátæknigróðurhús hjá Orf Líftækni, það er verið að byggja fiskeldi hérna fyrir vestan Grindavík, matorku. Það er fiskeldi á Reykjanesi, Stolt Seafarm og það eru fiskþurrkunarfyrirtækin Haustak og Háteigur á Reykjanesi. Allt eru þetta fyrirtæki sem geta ekki verið annar staðar en við hliðina á orkuverinu út af því sem þau fá frá okkur. Við erum að ljúka byggingu verksmiðju hér í Svartsengi sem hreinsar koltvísýring úr gasinu sem kemur upp með gufunni til þess að geta gert kolsýruða söluvör, frekar en að sleppir út í andrúmsloftið, að tappa á kúta og selja. Það eru verðmæti í þessu. Þetta er boðskapurinn hans Alberts okkar að henda engu og ef það er eitthvað sem við höldum að sé úrgangur
þá eigum við eftir að átta okkur á því hvernig það getur nýst og gagnast í víðum skilningi. En er endalaus orka til? Nei, það ekki svo. Það mikið vandaverk að nýta jarðhitaauðlindina með réttum hætti. Við höfum til dæmis á Reykjanesi áttað okkur á því að öll skref hafa ekki verið alveg rétt stigin. Við höfum séð örlítið minnkandi framleiðslu, en við höfum líka brugðist við og séð hana vaxa aftur. Þetta hefur aðeins gengið í bylgjum. Við erum búin að vera að vinna á Reykjanesi 10 ár. Við erum ennþá á lærdómsferlinu þar, ef svo má segja. Við erum að læra taktinn í jafnvæginu þar. Hérna í Svartsengi erum við búin að vera í 40 ár og erum fyrir löngu búin með þennan lærdómsferil og komin í stöðugt ástand í samhengi eða jafnvægi milli vinnslu annars vegar og niðurdælingar hins vegar að skila vökva aftur niður í kerfi. Það þarf alltaf að finna jafnvægi á hverjum stað. Lögmálin sem gilda hér í Svartsengi, þau gilda ekki öll á Reykjanesi. Hvert svæði hefur einstakan eiginleika og einstakan karakter og tekur svolítið tíma að læra á það. Það ekki svolítið sérstætt, þetta nú ekki langt frá. Jú, en það sérstætt, en það samt töluvert mikill eðlismunur. Jarðhitavökvinn hérna í Svartsengi 240 stiga heitur. Á Reykjanesi 300 stiga heitur. Hann miklu heitari, hann saltari. Þar jarðhitavökvinn með fulla sjávarseltu. Hérna í Svartsengi hann með 2/3 hluta af seltu sjávar sem þýðir að hann um það bil 2/3 sjór og 1/3 þá ferskvatn eða grunnvatn. Og efnasamsetningin önnur. Tæringar eru meiri á Reykjanesi en aftur á móti gasinnihald minna. Þannig þetta ekki það sama. Og einhvers staðar þarna á milli eldvörp og þá eftir að skoða svona nákvæmlega hverjir eiginleikarnir eru þar. En þessir efnaeiginleikar, þeir líka ráða því hvað hægt að gera. Blátt lón út á Reykjanesi yrði aldrei alveg eins og blátt lón í Svartsengi af því að efnafræði vökvans önnur. Svo dæmis því tekið. Það reyndar svona affallslón út á Reykjanesi sem kallað Gráalónið. En það bara affallslón. Það mikill kísill í vökvanum á Reykjanesi. Það verið að vinna skoðun á því að nýta hann. Það að segja hreinsa hann úr jarðsjónum og þar kemur ný söluvara. Það kemur svona kísilduft sem hægt að nota í málningu, gúmmi, snyrtivörur og margt fleira. Við erum rétt að byrja. Það á eftir að finna margar nýjar framleiðsluafurðir í auðlindagarðinum. Í jarðsjónum á Reykjanesi enn frekar málmar. Það verið að vinna rannsókn í íslensk stúlka í Cornell háskóla í Bandaríkjunum. Finna leiðir til að vinna liþíum úr jarðhitavökvanum á Reykjanesi. Þetta eitthvað sem einhvern tímann hefur þótt algjörlega ótrúlegt. En þannig hefur þetta fyrirtæki alltaf verið, Hitaveitan Háasorka. Gera nýja hluti, gera hlutina vel, vanda sig, stíga varlega til jarðar, finna nýja leiðir, búa til ný verkfæri, nýjar aðferðir. Það fjölmargir hlutir sem hafa verið gerðir í orkuverunum okkar sem höfðu aldrei áður verið gerðir neins staðar. Jón Gunnarsson samgönguráðherra sagði á opnum borgarafundi tvöföldun Reykjanesbrautar síðastliðinn fimmtudag að það væru fáir aðrir mögulegar en einhvers konar gjaldtaka til að ná fram auknu fé til vegamála. En svona heildarkostnaður við að fara með tvöföldun Reykjanesbrautar alla leið og í gegnum Hafnarfjörð kannski 15 til 20 milljarðar og það hluti af því verkefni sem við erum að skoða að fara í innheimtu á einhvers konar gjöldum. Ég raun og veru að láta þennan mikla ferðamannastraum sem að skapa stóra vandamálið taka þátt í því að byggja þetta upp með okkur. Legg þá áherslu á það að gjaldtakan verði að vera mjög hógvær og skynsum á þá sem að nota þetta reglulega vegna vinnu sinnar eða annarra starfa. Og nú við tökum umræðan þetta þegar að þessar niðurstöður og þessari vinnu liggja fyrir í vor og ef á okkur auðnast að ná einhverju samstöðu og fara í þetta fullum krafti þá munum við auðvitað sjá gríðarlega mikið gerast hér á mjög stuttum tíma. Jón segir að framkvæmdirnar í samgöngumálum séu það fjárfrekar að leita verði annarra leiða til þess að fá fjármagn. Þá þetta bara svo ofboðslega stór verkefni, fjárfrek verkefni sem við stöndum frammi fyrir að við munum þurfa að leita og hugsa út fyrir kassan og sjá hvaða leiðir við getum farið. Kannski ekki síst með það í huga að láta þennan mikla straumferðamann að taka þátt í því að borga þetta upp með okkur.
Jón sagði að undanfarna daga hefði hann átt marga fundi með fólki og aðilum úti á landi sem hefðu komið til hans eða nefnt það að fyrir að bragði að það vildi greiða vegatólla til að flýta framkvæmdum við vegagerð eða gangnagerð. Forráðamenn stopphópsins á Suðurnesjum sem barist hefur fyrir frekari framkvæmdum á Reykjanesbraut voru þokkalega sáttir eftir fund með samgönguráðherra. Mér fannst vanta meira svona einhver loforð. Ég var að svona barnaleg von var að hann kæmi hérna og myndi segja að hann myndi bara drífa þetta af eitthvað sko, en auðvitað veit maður það vantar peninga og ég ætla bara að vona að hann verði fljótur að finna þá og ég er tilbúin til að fara að hjálpa til við það ef það er hægt. Og ertu sammála gjaldtöku? Ef við getum forðað frá banaslýsum þá er ég tilbúin til að skoða gjaldtöku en ég vil vita náttúrulega meira áður en ég get tjáð mig. Já, ég er að mörguleyti, mín persónulega skoðun, ég er ekki hér á vegum hópsins, mín persónulega skoðun er svo að við að skoða þetta mjög alvarlega. Við erum að forgangsraða í þágu grunnþjónustunnar og það er okkar fókus og úrbætur í samgöngumálunum sitja á hakanum, þannig að við þurfum að skoða mjög alvarlega og þeir borgir sem njóti. Ég er í grunninn, það er það sem ég er fylgjandi, þeir borgir sem njóti. Kristín María Birgisdóttir, talsmaður öruggan Grindavíkurveg, sagðist vongóð eftir fundi með ráðherra og vegagerð hvað varðar lagfæringar á Grindavíkurvegi og mikilvægt væri að aðilar snúi bökum saman. Ljóst sé að bregðast þurfi við mikilli umferðaraukningu upp á 56% síðan 2009. Beðið hafi verið kostnaðarmat á 2+1 vegi þótt tvöföldun væri æskilegust. Þannig að það er kannski eðlilegt að þeir sem nota þjónustuna, þeir sem nota vegakerfið, að þeir kannski hugsi þetta, en mér finnst líka bara útfærsla skipta máli. Að við erum náttúrulega að fá mikið af ferðamönnum og það myndi væntanlega koma eitthvað inn af því, en það skiptir líka máli að þeir sem nota vegina mikið íbúar á svæðinu að þeir greiði sanngjarnt gjald og mjög hóflegt. En ef maður fengi góða vegi og örugga á móti þá held ég að séu mjög margir tilbúnir að greiða eitthvað gjald fyrir það. Við þökkum fyrir áhorfið, minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Það er ein fréttavikan liðin og við erum að gefa út fréttablað hér í hverri viku og það fer inn á hvert heimili og í fyrirtæki á Suðurnesjum. Við erum líka öflug á fréttavefnum okkar, vaff.is, nýja fréttir alla daga vikunar og sömuleiðis fyrir kylfingana á kylfingur.is. Þið getið séð þennan þátt og eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta inn á hringbraut.is og inn á Víkurfrétta vefsíðunni vaff.is. Þiggjum ábendingar frá ykkur skemmtilegt efni sem á heima í okkar miðlum. Við þakkum fyrir okkur að sinni, sjáumst á vikuliðinni, verið sæl. Páskarnir nálgast. Erlendar kalkúnabringur með 30% afslætti aðeins 1749 krónur kílóið. Nettó.